1, 2. Yep. Já, góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Feliz sábado. Við skulum hefja þessa stund með því að syngja sálm númer 6. Ég vil ljóða Drottinn. Oh,
við skulum syngja meira og það er sálmurinn númer 11, lofgjörðarljóð, já. Já, við ykkur að standa á fætur og ég ætla að lesa ritningavers sem að ræðumaðurinn hefur valið sér. Það er Jeremía 31, 31. vers. Sjá, þeir dagar munu koma, segir Drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Amen. Og við skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir, takk fyrir hvíldardaginn. Ég þakka þér fyrir að við getum komið saman í húsið þínu og lofa þig, Faðir, ég vil að þú blessa okkur hér í dag. Ég vil bjóða þér velkomin að vera með okkur. Já, Faðir, ég bið að þú verði með ræðumanninu þegar hann tala til okkar. Vilt þú opna huga okkar og hjörtu svo við tökum með opnum hug. Faðir, ég bið að þú verði með þeim sem eru á leiðinni. Viltu blessa alla þá sem eru á leiðinni til okkar. Faðir, vilt þú vera með okkur áfram hér í dag og hjálpa okkur að sýna hvort öðrum kærleika. Ég vil þakka þér fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Og þá skulum við syngja sálminn númer 304.
Já, þá er komið að taka upp gjafir. Kæri Faðir, ég bið þig að blessa þessar gjafir, þakka þér fyrir að þú viljir margfalda þær. Í Jesú blessa nafni, amen. Og þá er komið að barnasálminum sem er númer 179 og já. Krakkar, vil ég koma hérna upp á meðan við syngjum? Já, þá er komið að barnasögunni.
Góðan daginn, krakkar. Gaman að sjá ykkur. Eru fleiri krakkar sem vilja koma að setjast? Það er sól úti. Ég er svo glöð að það er sól úti. Vitið hver skapaði sólina? Guð skapaði sólina. Og vitið hvað er líka úti í dag? Það er snjór. Var allt hvítt heima hjá ykkur? Og svo þegar maður lappar í snjónum þá svona brakar í honum. Vitið hver skapaði snjóin? Viljið giska? Guð skapaði snjóin. Og vitið hver skapaði fuglana? Já, þetta er svo auðveldar spurningar. Guð skapaði allan heiminn. Og við ætlum núna að rifja upp. Hann skapaði heiminn, allan heiminn á 6 dögum. Og vitið hvað hann skapaði? Við skulum fara gegnum þetta. Fyrsta daginn, í upphafi skapaði Guð heiminn og jörð og þá var ekki neitt. Það var bara allt tómt. Og fyrsta daginn þá sagði Guð, verði ljós. Og hann skapaði daginn og nóttina, ljós og myrkur. Og dag númer 2 skapaði Guð himininn og vatnið. Himininn og vatnið. Og dag númer 3 þá skapaði hann þurrlendi, sand og mold og eyjur og kletta og steina og plöntur eins og eplatré og mangótré og pálmatré. Og á eftir þá ætla Gustavo að tala og hann er frá Brasilíu. Og vitið hvað er í Brasilíu? Það er stór regnskógur sem heitir Amazon. Og það eru mörg tré sem að Guð skapaði. Og vitið hvað hann setti inn í regnskóginn? Alls konar dýr. 5. daginn, ég er að fara fram úr mér, 4. daginn, fyrst sett hann sól og tungl og stjörnur. Svo 5. daginn þá skapaði hann dýr og vitið hvað dýr eiga heima í regnskógi? Apar og krókódílar og fiskar, letidýr og froskar. Öll þessi dýr eiga heima í Brasilíu. Og svo eru líka svona, ég held að sé svona blettatígrar, ég er að giska, ég held það. Og alls konar falleg dýr sem að Guð skapaði. Fyrst skapaði hann fugla og dýr til að vera í sjónum. Og svo 7. daginn skapaði hann öll þessi fallegu dýr, apana og hann skapaði líka fólk, mann og konu. Og hann sagði við þau, viljið passa jörðina og fara vel með hana. Vera góð við dýrin og hann sá allt sem hann hefði skapað var bara rosalega fallegt og gott og fullkomið. Þannig að 7. daginn þá hvíldist Guð og hann sagði ég ætla að gefa ykkur sérstaka gjöf sem heitir hvíldadagurinn. Og hvíldadagurinn er einn af sáttmálum Guðs við manninn sem að ræðan einmitt held ég að fjalli Þannig að við skulum núna hafa bæn og þakka Guði fyrir allt það fallega sem hann skapaði. Krakkar, má ég sjá ykkur? Vil ég loka augunum? Ef að spenna greipar, ef að gera svona, ef að gera svona, ef að gera svona. Segja góði Guð, takk fyrir það að þú skapar allan heiminn og að þú skapar hann svona fallegan og að þú skapar svona mörg falleg dýr og mörg falleg tré og margar plöntur. Takk fyrir það að þú skapar öll þessi börn. Viltu hjálpa okkur að fylgja þér í Jesú nafni. Amen. Og þá bjóðum við Gustavo.
Happy Sabbath, everyone. Gleðilegan hvíldardag allt sem er. Feliz sábado. Gleðilega hvíldardag. Yes. Yeah. So, it's a pleasure to be here again, speaking with you this morning. Það mér mikið gleði að vera hérna með ykkur í dag. And for those who do not know me, Og þið sem þekkið mig ekki, my name is Gustavo. ég heiti Gustavo, I'm from Brazil, ég frá Brasilíu and I'm doing the sermon this morning for you guys. og nú verð ég með ræðina fyrir ykkur í dag. And as you can see here on my presentation, Og eins og þið sjáum hérna á glærunni, we began actually last month við byrjuðum reyndar í síðasta mánuði our series of topics of the Bible með svona röð fyrirlestra úr biblíunni. a journey through God's covenants throughout the Bible. Þetta ferðalag sem að Guð fer gegnum biblíuna og með hans sáttmála. And I dearly call the Lord of the Rings because I'm a huge fan of Tolkien. Og ég kalla þetta Hringadrottins saga því að ég mjög hrifin af Tolkien höfundurum sem að skrifa þá bók. And last episode, Síðast, þegar við vorum hérna að ræða þessi mál, we saw that the word covenant in the Bible, þá sáum við orðið sáttmála í biblíunni. in the Hebrew berit, Á hebresku það orðið berit. it means to bind, to tie, Það þýðir að binda eitthvað saman, to hold together, halda eitthvað saman. a bond, a sacred tie. Heilagt band sem að heldur okkur saman. A God who binds himself to his people. Guð sem bindur sig við fólk sitt. And we also saw that Og við sáum einnig, God always takes the first step. Guð hann tekur alltaf fyrsta skrefið. And the covenant in the scripture Og þessi sáttmáli sem við finnum í ritningunum, is progressive. hann svona framsækinn. It grows, expands, Han- it deepens. Hann vex, hann stækkar, hann dýpkar. And today we'll take our first step back in time, Og núna skulum við fara eitt skref aftur í tíman. all the way to beginning, Alveg til upphafsins. to see that creation itself Að sjá sköpunina sjálfa, is structured as a covenant. að hún í rauninni byggð upp eins og sáttmálinn. A world built for relationship, Heimur sem byggður sem samskipti responsibility, og ábyrgð and partnership with God. og að eiga í tengslum eða sambandstengslum við Guð. So before that, Áður en við komum að því, I made a short summary of my previous sermon, og þá fór ég og gerði samantekt af síðustu ræðinu minni, which you can download it scanning this QR code right here. sem að þið getið náði með því að skanna þennan kóða hérna, QR-kóða. And it's available in Icelandic, English, and Spanish. Það er þetta að fá að bæða ensku, íslensku og spænsku. And I promise that I will make in Portuguese in the next one. Og næst mun ég gera það líka á portugalsku, ég lofa því. So just point out, you can screenshot, you can take a picture, then you can scan, and it's available in those three languages. Og þið getið tekið mynda þessu, skanna þetta og það er þetta að komast í efnið á 3 tungumálum. So let's begin. Þannig að nú skulum við hefja. I have a question for you this morning. Ég hef með spurningu til ykkar í dag. Do you know where is the first occurrence or appearance of the word berit in the Bible? Vitið þið hvar þetta orð berit birtist í fyrsta skipti í biblíunni? Any guesses? Það geta upp á einhverju? I heard. Genesis, where? Fyrstu Mósebók? We would assume that it's like Genesis chapter 1, right? Maður myndi halda að þetta væri kannski í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla. But it's not. En það er það ekki. Actually, it's on Genesis 6 Þetta er endur í 7. kafla fyrstu Mósebókar with Noah. með Nóa. And we are going to address that like in a few episodes later. Og við ætlum að tala það í nokkrum köflum seinna.
So why are we beginning today with creation Af hverju erum við að byrja í dag á því að tala sköpunina? before the first mention of the word? Áður en þetta orð var nefnt, It's because the covenant and revelation in scripture, as I said, are progressive. út af því að opinberun þessa sáttmála kemur smátt og smátt It becomes clearer with time. og verður skýrari með tímanum. So, if you want to open your Bibles in Hosea chapter 6, Við skulum fara í Hósea 7. kafla. Hosea mentions something about it almost 3,000 years later. 3000 árum seinna þá talar Hósea þetta aðeins. Hosea chapter 6, verse 7. Hósea 7. kafli, vers 7. It says right in the beginning, Og þar stendur alveg upphafi. but like Adam, they transgressed the covenant. Þeir hafa rofið sáttmálan að mannahætti. So the logical deduction is, Þannig að við drögum ályktun á því if Adam broke the covenant, að ef að Adam eða maðurinn hefur rofið sáttmálan, it means that is a covenant even before the first mention of the word. það þýðir þá að það hafi verið til sáttmáli áður en að þetta orð kemur fram. And somehow Adam broke it. Og einhvern hátt þá braut Adam þennan sáttmála. So that's why today we're going to episode 2, covenant in creation. Og þá þarna komum við að kafla 2, sáttmálinn í sköpuninni. Well, let's begin. Þá skulum við hefja hann. In Genesis 1, before the creation, Í fyrstu Mósebók, áður en Guð byrjar að skapa, the world is, according to the Hebrew word, tohu va vohu. þá heimurinn eins og hebreska orðið segir, tohu va vohu. When you read in Genesis 1, verses 1, like the earth was formless and shapeless, Þegar við lesum í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, að orðin hafi verið auð og tóm, the Hebrew word is tohu va vohu. þá segir hebreska orðið tohu va vohu. That means desolated, disordered, chaos without function or purpose. Og það þýðir að hún hafi verið auð og það hafi verið mikið óregla og það var ekkert sem var að virka neitt þarna. Open your Bibles in Jeremiah 4, verse 23. Förum við Jeremía 4:23. In Jeremiah chapter 4, verse 23 says, when the covenant's broken, so Jeremiah 4, verse 23 says, when the covenant's broken, I'm not reading now It the says very text. different in Icelandic. No, I'm not quoting the Bible now. Oh, okay. Já. Þannig að þegar það búið að brjóta sáttmálan, Says that the land will return to tohu va vohu. þá kemur í ljós að jörðin verður auð og tóm. My Bible says, I look at the earth and it was empty and formless. Og Jeremía 4:23 segir, ég leit jörðin og sjá, hún var auð og tóm. Yeah, and I looked at the heavens and there was no light. Og ég leit til himins og ljós hans var slöknað. So what that means? Hvað þýðir það? The creation is the opposite of tohu va vohu. Þannig að sköpunin akkurat öfugt við tohu va vohu. While tohu va vohu is something desolated, this desert without any purpose, Þar sem að tohu va vohu bara auðn og engin tilgangur, creation is the opposite. þá sköpunin akkurat öfugt. It's God establishing order, purpose, Þar Guð að koma fyrir einhvers konar tilgangi og skipulagi and relationship and function. og samskiptum við aðra og að þetta virki. It is as if by breaking the covenant, Þannig að þetta eins og þegar maður brýtur sáttmálan, humanity is trying to undo the creation and its purpose. að þá kemur mannfólki og reynir að brjóta niður tilgangin. So creation starts. Þannig að In Genesis 1. nú hefst sköpunin í fyrstu Mósebók Creation has rhythm. og það taktur í sköpuninni. 10 times God spoke at the creation act. 10 sinnum talaði Guð þegar hann var að skapa.
10 times we read in Genesis 1, and God said. 10 sinnum sjáum við í 1. Mósebók, 1. kafla, og Guð sagði. And again, in the Hebrew biblical thought, the way that the Hebrews thought, Og hebreska leiðin, eins og hebrearnir hugsuðu, the number 10 represents the complete minimum of something. þannig að talan 10 merkir lágmarks það að fylla upp eitthvað að lágmarki. So God is using the minimal speech to create the maximum beauty. Þannig að Guð að nota það allra minnsta tal við það að búa til hérna frábærustu sköpun. Bringing order from chaos, Og búa til eitthvað sem skipulagt beint út úr óreiðunni. purpose from emptiness, Það að sé tilgangur og það kemur þá út úr tóminu. function from desolation, Og það að auðn byrja að virka. and creation, so it's a covenant-shaped thing. Og hún skapar þannig að hún sé eins og sáttmáli. And the creation story has 2 blocks, as we can read in Genesis 1. Og saga sköpunarinnar með tvennt. Days of forming and days of filling. Dagar sem eru mótaðir og dagar sem eru uppfylltir. Order, relation, it's increasing in complexity. Skipulag og tengsl, það magnast alltaf með hverjum deginu sem líður. So God is portrayed as a king establishing his kingdom. Þannig að Guð birtist eins og konungur sem að gera undirstöður fyrir konungsríkið sitt. So God is bringing harmony. Guð að koma með samhljóm He sets boundaries. og setur mörk Nothing exists for itself. og Nothing. ekkert bara til alveg sjálfstætt. Everything is connected and everything is relational. Allt tengist og allt á sín samskipti við annað. And then God creates humanity. Og svo skapar Guð mannin. So let's open our Bibles. Skulum, Genesis 1, 26 to verse 28. skulum opna biblíurnar á 1. Mósebók, 1. kafla 26-28. It's a really well-known verse of the Bible. Og þetta biblíuvers sem mjög vel þekkt. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Guð sagði, við viljum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindum sem skríða á jörðinni. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female created them. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over everything that moves on earth. Og Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósum, margfaldist og uppfyllið jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. So humanity is made on God's image. Þannig að mannkynið skapað í Guðs mynd. Not identical to God, but like reflecting him. Ekki nákvæmlega eins og Guð, heldur eitthvað sem endurspeglar Guð. So as God rules the creation, Og á meðan að Guð stýrir sinni sköpun, humans are called to rule the creation. þá líka mennirnir kallaðir til að stjórna sköpuninni. We have these 2 words used, subdue and have dominion. Og við með ráðsmennsku að þau að gera hana undirgefna og stýra henni. These are royal words. Þetta orð sem notuð á konungi. This is kingship language. Tungumál, þetta konunglegt tungumál. Humans are created as royal partners. Og mennirnir skapaðir eins og konunglegir sem að vinna með konunginum. They are made to imitate God. Þeir skapaðir til að
herma eftir Guði to reign with God, og ríkja með Guði and to mirror God's character into the world. og endurspegla lyndisengum Guðs út í heiminn. Now, we're going to see that creation and the covenant in creation has four elements. Nú skulum við sjá hvernig sköpunin og sáttmálinn hafa 4 einkenni That shape the relationship between God and humanity. sem skapar samband mannsins við Guð. These four elements is like a prototype Þessi 4 atriði eru svona eins og frummynd of the elements that we're going to see in further covenant establishments. og sem við munum sjá síðar þá í hvernig sáttmálinn byggður upp. So the first covenant element Þannig að is time. Fyrsta sem einkennir þennan sáttmála tími. The second is space. Svo í númer 2 þá það rúm. The third is relationship. Þriðja atriðið samband. And the fourth is purpose. Og fjórða tilgangur. So let's go to the first one, time. Skulum athuga þetta með tíman. Times, of course we're going to discuss about Sabbath. Já, auðvitað munum við ræða varðandi tíma það varðandi hvíldardaginn. When God says like, you are kings under my jurisdiction, Og þegar Guð segir, þið eru konungar undir mér, but so that you never forget who the true king is, en svo þið gleymið aldrei hver hinn sanni konungur so I give you the Sabbath. þá mun ég gefa ykkur hvíldardaginn. So Sabbath is a covenant sign in time. Þannig að hvíldardagurinn sáttmáli, merki sáttmála í varðandi tíma. It's the crown that we lay down once a week at God's feet. Það kórónan sem við tökum af okkur og leggjum við fætur Guðs í hverri viku. In Exodus chapter 20, verse 11, Í annarri Mósebók 20. kapla 11. versi stendur, you don't need to open, þurfið ekki að leita það uppi, but there says that the Lord rested on the seventh day. en þar kemur fram að Drottinn hvíldist 7. daginn. And the word for rest used on that verse is nuah in Hebrew. Þarna orðið núa notið yfir hvíld. That is used as a royal rest. Það notað þegar að konungur hvílir sig. Is describing a king, an act of a king sitting on his throne. Sem merkir konung sem að situr í hásæti sínum. So for 6 days humanity rules the earth. 6 daga þá mennirnir ráðsmenn yfir jörðinni. And on the seventh, humanity remembers who rules them. En á 7. deginum þá minnist mannfólkið þess hver sá sem stjórnar þeim. Let's go to the second one, space. Förum í annað atriði, það að segja rúm. So in Genesis 2 verse 17, Við förum í 1. Mósebók annan kapla 17. versi God introduces a boundary, og þar býr Guð til mörk a limitation in space. og þarna einhver mörk sett, eða mörk sett í rúmi. In Genesis 2 verse 17 says, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall die. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því skalt þú vissulega deyja. So you made from everyone, everything, except this tree here. Þið megi borða á öllum trjánum, nema þessu hérna. So covenant always include boundaries. Þannig að sáttmáli inniheldur alltaf mörk sem eru sett. In the creation we got two boundaries. Og í sköpunarsögunni þar eru 2 mörk. A time boundary defined by the Sabbath, Tíminn sem skilgreindur með hvíldardaginum and a space boundary defined by the tree. og mörk varandi rúm þegar við talað tréð. So the tree teaches us responsibility, trust, and obedience. Tréð kennir okkur ábyrgð, traust og hlýðni. It defines the relationship between God and humanity. Og að skilgreina samband okkar við milli Guðs og manna. Let's go to the third feature of the covenant in creation. Förum við í 3. atriði varandi sáttmálan og sköpunina. That is relationship. Þarna eiga sér stað einhvers konar samskipti.
In Genesis 1:26 says, let us make humans in our image according to our likeness. Og Guð segir í fyrstu Mósebók, hann segir í fyrstu Mósebók 1. kafla 27. versi, og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og kona. And I highlighted these words to emphasize the relationship Og ég setti svona aðra liti á þessi orð til þess að minna á þetta samband between the three people of the Trinity, milli þessara þriggja í þrenningunni. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Faðirinn, sonurinn og hinn heilagi andi. So this language is relational. Þannig að þetta snýst samskipti Involves more than one person. og hefur með fleiri en einn að gera. This is family language. Þetta tungumál eins og fjölskylda myndi nota. And marriage established as a covenant language. Og til dæmis þegar fólk giftir sig, að það eins og sáttmáli. In Genesis 2, verse 18, Við skulum fara í 1. Mósebók 2:18. and the Bible says, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. Drottinn Guð sagði, eigi það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. And the sad thing is that for centuries, Og í mörg hundur ár, very bad intentioned people use this biblical passage þá eru margir illir sem notuðu þetta biblíuvers to justify or to impose in somehow til þess að réttlæta það eða koma því í gegn the inferiority of women in relation to men. að konur væri lægri heldur en menn, But let's see what this karlamenn. word here, helper, means. En við skuldum athuga hvað þetta orð meðhjálp þýðir. So helper in the Bible is the Hebrew word ezer. Þannig að þetta orð meðhjálpari í hebresku orðið eser. And this specific word here, ezer, Þetta orð hérna eser appeared 21 times in the Old Testament. birtist 21 sinni í Gamla testamentinu. And its translation, it's really awesome. Og ef maður þýðir þetta orð, það mjög fallegt orð. So, one time we see related to Eve. Í eitt skipti sjáum við það tengjast Evu. 3 times we see the word ezer is related to king's aid or help to another kingdom. Þrisvar sinnum sjáum við að konungur eða konungsríki að fá hjálp. And 17 times it's used to God's help his people. Og 17 sinnum þetta notað þegar Guð að hjálpa fólki sínu. So the word used for woman ezer in Genesis 2:18 Þannig að orðið sem notað fyrir meðhjálpara í 1. Mósebók 2. kafla 18. versi. it describes kings helping other inferior kings or less powerful kings. Það getur að vera notað eins og þetta sé konungur sem að hjálpa öðrum konungi sem ekki eins sterkur. But it's mostly used for God himself helping his people. En það yfirleitt verið að tala Guð sem að hjálpa fólkinu sínu. So that teaches responsibilities. Og þetta kennir okkur ábyrgð. This does not mean that the man's job was exclusively on the ground. Þetta þýddi ekki að vinna mannsins ætti bara að vera á jörðinni. And the woman's was exclusively to keep an eye on man. Eða það að konan ætti stanslaust að vaka yfir manninum. So, because man comes from the ground, and he called for care for the ground, Maðurinn tekinn af moldu og þá hann kallaður til þess að huga að jörðinni. and the woman comes from the man and called for care for the man, to ezer man. Og konan kölluð tekinn af manninum og þar þetta kölluð til þess að bera umhyggju fyrir manninum. And keep this piece of information in your mind for the next sermon, Og hafið þetta í huga fyrir næstu ræðu. because this will play a new role in the next one. Og þá munum við sjá að þetta mun spila nýtt hlutverk í næstu ræðu. So that means that the humankind has equality in mission.
Þarna sjáum við að mannkynið það er jafn rétti varðandi boðin. Not inferiority, not superiority. Og þau hvorki þau yfir hvoru öðru eða undir hvoru öðru. And remembering, of course, all of this was done in the perfect creation setup. Og við erum að muna það að þetta fer allt fram í fullkomnum heimi sem hefur verið skapaður. So marriage was established in creation to reflect the Holy Trinity, unity, loyalty, and mutual cooperation. Þannig að hjónabandið var sett á stopp til þess að endurspegla heilaga þrenningu, einingu, að vera trúr og að vinna saman. And together, the couple was supposed to reflect God. Og þessi hjón áttu í sameiningu að endurspegla Guð. So let's go to the fourth feature of covenant creation, Og förum við svo í fjórða atriði sköpunarinnar. the purpose. Og það tilgangurinn. Okay, now humanity is created. Nú búið að skapa mannkynið. We have shared the responsibilities. Nú við erum með ábyrgð sem að deilist á alla. We have boundaries in time and space. Og það eru mörk bæði í rúmi og tíma. Now what? Og hvað nú? What is the purpose of all this? Og Why are we here? hver tilgangur alls þessa? Akkur ég hér? So when you see in the Genesis, the first purpose of mankind Þannig að þegar þið komið í fyrstu Mósebók, fyrsti tilgangur mannkynsins var is shared with all other living beings. Deilt með öllum öðrum sem lifa. Is to be fruitful, multiply, and fill the earth. Verið fjölgið ykkur og verið ávöxt á jörðinni. But the main purpose of humanity is their work here on earth. En megin tilgangurinn vinnan hér á þessari plánetu. So, in the garden, work is not a punishment, it's priesthood. Þannig að vinnan í garðinum þannig ekki verið að hegna manninum, heldur þetta heilagt prestafélag. When you go to Genesis 2, verse 15, Ef við förum í fyrstu Mósebók 2. kafla 15. vers, it says, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work and keep it. þá tók drottinn Guð manninn og sett hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Okay, so the words work and keep in Hebrew is abad and shamar. Þannig að vinna og að passa upp á, þar notum við í hebreskunni orðið abad og shamar. And those are the same words used in Numbers 18 for priests serving in the sanctuary of God. Og þetta nákvæmlega sömu orð sem notuð eru í, ég held að þetta sé 4. Mósebók, 18. kafla, fyrir alla presta sem voru að þjóna í helgidóminum. So, humanity is now a kingdom of priests, of royal priests. Þannig að nú mannkynið orðið konunglegt prestafélag. It's called to work and keep God's creation. Kallað til þess að vinna og passa upp á sköpun Guðs. And that role didn't change. Og þetta hefur ekkert breyst frá því í upphafi. We still have the same responsibility today. Við erum ennþá með þessa ábyrgð frá Guði. And according to the Bible, we will have it forever. Og samkvæmt Biblíunni þá munum við hafa þessa ábyrgð alltaf alla eilífð. If you go to Exodus 19, verse 6, it says, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Og við skulum fara í 2. Mósebók 19:6, þar sem að stendur, og þér skulu vera mér prestaríki og heilagur lýður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum. And if you go to the New Testament, Og ef við fyrir með Nýja testamentið, in 1 Peter 2, verse 9, förum í 1. Pétursbréf 2. kafla og 9. vers. it says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. He's quoting Exodus. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð. Hann þarna að vitna í Gamla testamenti sem við vorum að lesa á. And if you go to Revelation, the last chapter of the book, the chapter 22, verse 5, Og förum í síðasta kaflan í Biblíunni, Åpenbarunarbók 22:5. right in the end of the verse said, and they will reign forever and ever with God. Og þar stendur í lokin, og þeir munu ríkja aldir alda með Guði. So everything points out that our duty as
priesthood and royal priesthood Þannig að það kemur í ljós að þessi skylda okkar sem konunglegt prestafélag didn't end in the creation and not will end until eternity. og hefur endað ekki þarna í sköpuninni og mun aldrei enda. So covenant is all about responsibility. Þannig að sáttmáli snýst ábyrgð. So humanity has responsibilities. Þannig að við sem mennirnir höfum ábyrgð að bera. Loyalty and obedience are required. Og það farið fram á að við sem bæði trú Guði og hlýðin honum. Sabbath and the tree requires trust. Bæði hvíldardagurinn og tréð fer fram á að við treystum Guði. Marriage requires mutual trust. Og það að vera gift, það fer fram á að fólk treysti hvoru öðru. Work requires faithfulness. Og það að vinna fer fram á að við sem trúföst. And this covenant can be kept or can be broken. Og þessi sáttmáli, það hægt að halda hann, en það líka hægt að brjóta sáttmálan. And when we broke it, Og þegar við brjótum sáttmálan, our lives collapse back towards tohu bohu, að þá brotnar líf okkar og fer yfir í tú vahóhú, to chaos. inn í kaos og óreiðu. We'll see this in the next episode. Þetta munum við sjá í næsta kapla. But even then, God's plan is restoration, always. En jafnvel þá hefur Guð áform að byggja aftur upp sáttmálan. It's renewal. Það endurnýja sáttmálan. It's a new creation. Skapa að nýju. But for now, all you guys need to understand is En allt þess að þið þurfið að skilja that the creation is a covenant with God. að þetta sáttmáli við Guð. Our lives has meaning because it was designed for a relationship with God. Líf okkar hefur tilgang vegna þess að líf okkar var hannað til að vera í samskiptum við Guð. This world is not random. Þessi heimur, hann ekki bara einhver tilviljun. The human life is not accidental. Og mannlegt líf ekki slys. We were created to live with God, Við sköpuð til að vera með Guði under God, og vera undir hans forræði and for God. og fyrir Guð. Time, space, work and rest, Tími, rúm, vinna, hvíld, relationships, samskipti eða samband við annað fólk. were all shaped to sustain a covenant life with God. Og við öll sköpuð til þess að viðhalda sáttmála lífi við Guð. That means Það þýðir that our existence has a purpose. að við séum til, það tilgangur með því. Humanity has a vocation, Það einhver tilgangur með mannkyninu and creation has a meaning. og líka með sköpuninni. We are not owners of our lives. Við eigum okkur ekki sjálf. We are stewards under God's covenant order. Við ráðsmenn undir því sem að Guð hefur ákveðið að gera. In a practical way, all of this means Á mjög gagnlegan hátt þýðir þetta allt for us to reclaim Sabbath as a declaration of trust, að þá þurfum við að horfa á hvíldardaginn eins og yfirlýsing trausts. not do's or don'ts. Ekki þannig að, já, mátt ekki gera þetta eða þú verður að gera þetta. This means to treat relationships Þetta snýst samband with our spouses, children, friends, and family við eiginmann eða eiginkonu, börn, vini, stórfjölskylduna as sacred spaces, not disposable tools. sem heilagt rúm en ekki eitthvað sem að notfæra sér. That means to see our work as a participation in God's ongoing care for the world. Að sjá í okkar verkum hvernig Guð að vinna með þennan heim. And give all the space of our hearts to Jesus Christ. Og gefa rúm hjarta okkar alveg 100% til Guðs. So today God invites you to realign your life. Þannig að Guð í dag að bjóða ykkur til þess að vera í samband með hann. With the way it was designed to function. Hvernig þetta var eins og það var hannað í upphafi. Not rushed, Ekki það að maður sé eitthvað að flýta sig með það. not autonomous, Ekki autonomous, I don't know what to say. not self-centered, Já, ekki það að maður sé alltaf að hugsa bara sjálfan sig, but rooted in trust,
og vera ekki tengdu við aðra og líka að vera rótfest shaped by rest, í trausti og mótuð af, shaped by rest, og mótuð af hvíldinni and oriented toward God. og að við beinum augunum til Guðs. Will we live according to God's design or against it? Munum við lifa lífin okkar samkvæmt hönnun Guðs eða munum við lifa lífi okkar gegn hönnun Guðs? It's up for us to decide today. Og það eru við sem að tökum þá ákvörðun í dag hvað við viljum velja. And I pray that we all make the right decision. Og ég bið þess að við öll tökum þessa réttu ákvörðun. In Jesus' name I pray. Amen. Í nafni Jesú ég bið. Amen. Við þakkum Gustavo fyrir frábæra ræðu og nú skulum við syngja salmi númer 386 og við syngjum 3 fyrstu vers. Salminum. Já, bless. Let's close our eyes. Skulum loka augum í bæn. Number 6. Number 6. May the Lord bless you and protect you. Drottinn blessi þig og varveiti þig. May the Lord smile on you and be gracious to you. Drottinn láti ásýnu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. And may the Lord show you his favor and give you his peace. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen.
Já, eru einhverja tilkynningar? Þá er bara komið að því að skipta okkur í deildir. Já, ok. Já. Góðan daginn. Ég ætla bara að minna ykkur á hitting fyrir unga krakka sem við erum að gera. Þetta er fyrir krakkar sem eru 10 til 16 ára og það verður næsta laugardag 7. mars. Hér í Lofsalnum frá klukkan 3 til svona 1,5 tíma ef þið eru með einhver vinir eða eitthvað sem þið getur boðið, endilega komið með þau. I just wanted to announce this. I don't know if you saw in Kirkjufréttir that next Saturday, next Saturday, we are going to have this meeting for the youth, like the younger ones from 10 to 16 years. And we're going to have here from 3 o'clock. It's just going to be for 1.5 hours or something like that. If you have friends or family, please invite them. And if you have any questions, you can ask me. Hola. Sí, quería decirles sobre que, ¿cómo es que se llama? Una tercera reunión, sí, gracias, que va a haber el siguiente sábado, 7 de marzo a las 3 de la tarde para los jóvenes de 3 a 16 años, de 10 a 16 años, aquí a las 3 de la tarde. Va a ser tal vez por 1 hora, 1 hora y media. Así que están invitados. Y si tienen algunos amigos que quieren invitar, por favor, háganlo. Y si tienen algunas preguntas, me pueden preguntar a mí o Gustavo. Ok, muchas gracias. Takk fyrir. Thank you. Já, og þá skulum við skipta okkur í deildir. Við þakka öllum sem tóku þátt í samkomunni í dag.